Iðnaðarráðherra hefur falið starfsfólki ráðuneytisins að kanna hvort álversframkvæmdir í Helguvík geti fengið sams konar ívilnanir og fyrir ríkisstjórn veitti vegna Bakka. Forstjóri Norðuráls segir að fyrirtækið sé tilbúið að fara fullum krafti í álverið. Iðnaðarráðuneytið kannar nú hvort hægt sé að bjóða svipaðar ívilnanir fyrir fyrirhugað álver í Helguvík eins og stjórnvöld hafa boðið vegna uppbyggingar á Bakka. Forstjóri Norðuráls segir að hægt verði að hefja álframleiðslu í Helguvík 2,5 ári eftir að framkvæmdir hefjast þar. Framkvæmdir í Helguvík voru á áætlunum fyrir ríkisstjórnar en svo virðist sem ný ríkisstjórn vilji setja meiri kraft í verkið. Iðnaðarráðherra hitti forstjóra Rio Tinto og Alcan á fundi í dag og á morgun hittur hún forstjóra Norðuráls en grind fyrirhugaðs álvers þess í Helguvík hefur staðið þar nokkuð lengi. Ég hefur að láta skoða hér sambandi við ívilnanir og annað sem að fordæmi var gefið fyrir á síðasta þingi varðandi Bakka, fjárfestingar á Bakka. Ég er að láta skoða hvort að það sé með einhverjum þeim sambarlegum hætti hægt að gera það. Hvaða ívilnanir væri það eins og fyrir Norðurál? Það eru skattalega atriði, það eru innviðaframkvæmdir, það eru framkvæmdir við hafnir og annað og þetta eru hluti sem ég get ekki fullyrt að eigi við núna en er að láta skoða fyrir þetta verkefni sem og önnur sem að bíða hér. Hvenær verður þessari skoðun lokið? Hvað varðar Helguvík? Bara fljótlega, við erum bara að vinna í þessu fullum krafti. Og hún vonar að það verði í þessum mánuði. Við erum tilbúin til þess að fara af stað með verkefni í Helguvík þegar búið er að leysa úr orkumálunum. Þá stendur ekki okkur. Hvar stendur það mál? Það er náttúrulega það aðalhandleggurinn. Já, við erum bara verið við orkufyrirtækinu stöðuna en ég get ekki greint frá framgangi viðræðna hér og nú. Frá því að framkvæmdir hefjast í Helguvík, hvað líður það langur tími þangað til að hægt verður að framleiða ál? Ég gerir ráð fyrir að það geti verið svona 2 til 2,5 ár. Norðurál er þegar byrjað stóru fjárfestingaverkefni í álveri sínu á Grundartanga sem ætlað er að auka framleiðsluna þar til muna. Móðurfélag þess, Century Aluminium, tilkynnti í dag að það hefði keypt stórt álver í Kentucky. Í næstu viku verða 15 ár síðan starfsemi Norðuráls hófst á Grundartanga. Ef við lítum á þróunina frá því að við hófum starfsemi hjá Norðuráli í júní 1998 að þá hefur álver haldist algjörlega í takt við verðlagsþróun í dollurum.